Það 8. liður, skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér kemur það helsta úr mínum störfum síðustu 2 vikurnar. Í þar síðustu viku þá tóku við Halla Björk Reynisdóttir forseti bæjarstjórnar og Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs á móti borgar- og bæjarstjórum frá norrænu vinabæjum okkar Ranners, Álasundi, Vesturás og Latti. Og það var alveg virkilega ánægilegt að hitta þessu góðu kollega og taka mótið þeim hérna á Akureyri og sýna þeim nágrennið hér í sveitarfélaginu. Við fórum meðal annars með hópinn til Hríseyjar, þar sem við fundum í húsi Hákarlajörundar og ræddum fjölmörg sameiginleg mál, svo sem eins og velferðarþjónustu og hvernig þörfin fyrir slíka þjónustu hefur breyst og aukist til muna og á sama tíma umhverfið og viðfangsefnin í kringum velferðarþjónustuna orðin umtalsvert flóknari en áður. Og það var mjög mikill samhljómur hvað þetta varðar á milli allra sveitarfélagana, þrátt fyrir misjafna stærð og umfang þeirra. Þannig að þetta eitthvað sem við erum öll að sjá að vex mikið í allstaðar í heiminum. Við ræddum einnig skipulagsmál og húsnæðismál sem sömuleiðis töluverð áskorun í öllum þessum sveitarfélögum. Nú, öryggismál eitthvað sem mikið rætt hjá okkar kollegum, allt svo öryggismál þjóðana og þar var aftur samhljómur, kannski aðeins minna hjá okkur Íslendingum en mikill samhljómur hjá Norðurlandaþjóðunum eða skandinavísku þjóðunum. Þannig að við erum öll meira og minna að vinna því að leysa sömu áskorunar og því ómetanlegt að eiga þennan vinskap sem nær allt aftur til ársins 1953. Og það geta að leita til hvors annars hvað var það reynslu og fá svona speglun á það sem verið að gera og bera saman bækurnar. Það alveg líka ótrúlega ómetanlegt og gott að geta sótt í reynslubanka annara sveitarfélaga. Nú við fórum líka með hópinn í heimsókn í Drift, við fórum með þau í heimsókn í Eim og í hugbúnaðar fyrirtæki Þulu. Við fengum líka góða kynningu á farsældarlögunum og þeirri nálgun sem fylgir þessum nýju lögum samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og vakti þessi nálgun mikla athygli gestana. Við heimsóttum líka fallega listasafnið okkar sem þeim fannst mikið til koma og að sjálfsögðu fórum við í listigarðin. Það var líka afar ánægjulegt að bjóða velkomna hingað norður Ingu Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra og sýna henni Þursaholtið sem gert ráð fyrir 80 rýma hjúkrunarheimili muni rísa og þar var undirritaður samningur þess efnis. Ég held að við ættum samt sem áður að ýta eftir því að þetta hjúkrunarheimili verði strax stækkað og verði ekki einungis 80 rými heldur að það verði umtalsvert stærra. Ég hugsa að það sé alveg ríkuleg þörf fyrir það og við erum búin að sjá það hvað þessu langan tíma það hefur tekið að koma þessu verkefni koppin og vonandi kemst á koppin mjög fljótlega að þá eigum við að reyna að fá stækkun á því og ráðherrann gaf undir fótinn með það að það væri sannarlega ástæða til þess að skoða það rækilega. En ég, eins og ég segi, vona að það verði settur kraftur í þetta ferli framundan og það verði hægt að taka hjúkrunarheimilið í notkun í árslok 2028 eins og áætlanir gera ráð fyrir. Og að við munum ekki láta okkar eftir liggja í því að láta það gerast og ýta á eftir því. Ég var viðstödd útskrift hjá Verkmenntaskólanum á Akureyri sem fór fram við hátíðlega athöfn í Hofi, en þetta var í síðasta skipti sem Sigríður Huldu Jónsdóttir skólameistari útskrifaði nemendur frá skólanum, en hún lætur af störfum í sumar og ég vil nota tækifærið og þakka Sigríður Huld fyrir frábært samstarf. Það ýmislegt sem kemur inn á borð bæjarstjóra sem á líka erindi við skólameistarana í framhaldsskólanum hér í bænum. Og það hefur verið einstaklega gott samstarf við þá skólameistara sem hafa verið hér í framhaldsskólanum og ekki síst við Sigríði Huld.
Það voru 189 einstaklingar sem stigu kátir og glaðir út í íslenska vorið með húfu og höfðinu og þetta var ótrúlega hátíðleg athöfn og gaman að sjá þá fjölbreytni í greinum sem verkmenntaskólinn býður upp á, enda einn stærsti skóli landsins og ég vil nota líka tækifæri að óska útskriftarnemum til hamingju og allar gæfu í þeirra verkefnum í framtíðinni. Ég og Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs, sátum fund á vegum atvinnuveganefndar Alþingis þar sem við fórum yfir umsögn Akureyrarbæjar fyrirhugaðar breytingar á veiðigjöldum. Þá heimsótti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra okkur og fundaði með bæjarfulltrúum síðastliðinn miðvikudagur. En síðar daginn var hún einn af frummælendum í málstofu Varðbergs í Háskólanum á Akureyri norðurslóðir í breyttum heimi. Þar var rætt aukna spennu í alþjóðamálum sem við verðum svo sannarlega vör við, rétt eins og aðrir íbúar á norðurslóðum. Þetta var einstaklega áhugaverður og skemmtilegur viðburður. En það er rétt að nefna að Varðberg hefur árlega verið með mjög spennandi viðburði hér upp í HA í samstarfi við Háskólann og norðurslóðanetið hér á Akureyri og því hefur verið streymt á netinu sömuleiðis. Nú vorfundur almannavarnanefndar fór fram síðastliðinn föstudag og sama dag var formleg vígsla á stórglæsilegri og endurbættri A-álmu Glerárskóla og við getum svo sannarlega verið stolt af þessari framkvæmd og ég er alveg sannfærð það að bæði starfsfólki og nemendum mun líða vel í þessum fallegu húsakynnum. Á sunnudaginn opnaði ég sögusýningu í tilefni áttræðisafmæli UA í Iðnaðarsafninu og ég ætla að hvetja ykkur til þess að sækja hana heim. Hún er spennandi og skemmtileg. Og ekki síður nú bara gaman að koma á Iðnaðarsafnið sem hefur tekið stakkaskiptum. Í gær fór fram aðalfundur hverfisráðs Hríseyjar og íbúafundur í kjölfarið. Það var meðal annars rætt skipulagsmál í eynni en Pétur Ingi Haraldsson, sviðsstjóri skipulagssviðs, var með kynningu á þeim og svo var nú rætt ýmis önnur málefni og svona góðar og þar fóru fram góðar og uppbyggilegar umræður. Ég held að ég geti sagt fullum fetum að það er mjög mikil bjartsýni í eynni og framundan er sumarið þar sem verða án efa fjölmargir gestir sem sækja eyjuna heim og fjölmargir viðburðir líka á borðu Hríseyjarhátíð og hinseginhátíðina og ég hvet okkur öll til þess að heimsækja Hrísey þegar líður á sumarið og þegar sumarið kemur aftur. Nú við sama tækifærið þá kíktum við í nýuppgerð aðstöðu til fjarvinnslu sem staðsett í Hlein og til mikilla fyrirmyndar og ég vona að það eftir að vera góð aðsókn í þessa frábæra aðstöðu. Ég læt þetta vera lokaorðin. Þökkum bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur fyrir en eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 22. og 30. maí, bæjarráð 22. og 28. maí, fræðslu og lýðsráð 22. og 28. maí, skipulagsráð 28. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 20. maí og velferðarráð 14. og 28. maí 2005. Þannig sem fundi slitið 16:50.